Það er fundargerð borgarráðs frá 22. desember. Þar undir er 17. liður, Keilugrandi, Boðagrandi og Fjörugrandi deiliskipulag. Þetta þurfum við að bera upp til atkvæða. Þið ykkar sem að samþykki þennan lið gefið mér. Það er Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir sem vill koma upp í pontu. Jú. Við erum í Keilugranda, sko. Við erum í Keilugranda. Ég ekki Keilugranda, ég ekki komið upp í RÚV og við erum ekki komið á það. Nei. Ég þarf að bera 17. lið upp til samþykktar borgarstjórnar. Biðja borgarfulltrúum að koma inn í salinn til að greiða atkvæði. Allir kátir. Já. Er það allt einu? Já, fyrst þrjálega sem fundina Já. Ég ætla að endurtaka þetta. Við erum undir 7. lið fundargerðar borgarráðs frá 22. desember. Þar undir er 17. liður sem er Keilugrandi, Boðagrandi og Fjörugrandi deiliskipulag þessara lóða. Svo er 23. liður samþykktu meðhöndlun úrgangs í Reykjavík og svo er 49. liður sem er byggingaréttur og RÚV-reit. Einhver sem vil koma upp undir þessum liðum? Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar, ég kem undir 49. lið varðandi RÚV-lóðina. Mér langar aðeins að renna yfir forsöguna og þær breytingar sem hafa orðið varðandi aðkomu borgarinnar að þessu, sérstaklega í ljósi þess að eins og við höfum ítrekað fjallað hér í borgarstjórn að þá er húsnæðisvandi í Reykjavík. Húsnæðisáætlun var sett 2011 og það gengur mjög hægt að fylgja henni og fólk býr ekki á áætlunum. Það er bara einfaldlega þannig. Og það var gert samþykkt í borgarráði 29. janúar 2015 var gert samkomulag á milli Reykjavíkurborgar og Ríkisútvarpsins varðandi umrædda lóð og ýmislegt þar tengdu. Þar kom meðal annars fram að Reykjavíkurborg fengi 20% af samþykktu byggingarmagni eða íbúðareigum til uppbyggingar leigumarkaðar, þó aldrei fleiri en 40 íbúðir. Og Reykjavíkurborg ætlaði að nýta þennan byggingarrétt til uppbyggingar leigumarkaðar í samræmi við húsnæðisstefnu borgarinnar sem var samþykkt í borgarráði 7. október 2011. Og búsetuformið er talið þarna upp hvers konar húsnæði þá að vera og síðan er líka tekið sérstaklega fram að félagsbústaðir mun hafa kauprétt á markaðsverði fyrir alltaf 5% íbúðum á lóðinni fyrir félagslegt leiguhúsnæði. Þetta hefur nú meðal annars verið kynnt sem ein af þessum svokölluðu lóðum sem að svokölluð Reykjavíkurhús kæmu til greina á og það var auðvitað yfirlýsingar sem voru settar í fjölmiðla eftir að þetta samkomulag var undirritað. En hvað gerist nú? Jú, einhvern veginn þegar þetta var kynnt var talið að þessar 40 íbúðir yrði dreifðar þarna svæðið. Það kom í ljós og svo það ekki, þannig að þessar 40 íbúðir sem borgin átti að hafa byggingarrétt í ætti að vera í sama húsinu og það samræmist ekki stefnu borgarinnar félagslega blöndun. Þannig að á fundi borgarráðs 22. desember var samþykkt gegn atkvæðum þá minnihlutans það að selja þennan byggingarrétt sem borgin hafði á þessum reit og tryggður kaupréttur fyrir Reykjavíkurborg fyrir 15 íbúðir. Þannig að þarna upphaflega átti að vera 40 íbúðir, tilgreint sérstaklega fyrir utan þá 5% kauprétt fyrir félagsbústaði. En núna er enga 40 íbúðir, heldur eigi að vera kaupréttur á föstu verði fyrir 15 íbúðir. Þannig að þarna er auðvitað mikið búið að breytast og ef að þetta á í rauninni að vera þannig í húsnæðismálunum að það eru eingöngu settar áætlanir sem aldrei er farið eftir og við þekkjum öll húsnæðisvandann
að þá verður hann aldrei leystur. Þannig að mér finnst þessi framganga því miður bara einhvern veginn ekki ganga upp. Mér finnst borgin ekki, meirihlutinn, standa sig nógu vel í húsnæðismálunum og eins og ég hef oft bent á að með þessu háttalagi myndi það taka áratugi að ná þessum markmiðum, því miður. Við vitum að það var tæplega 900 manns að biðlast eftir félagslegu húsnæði í lok síðasta árs og meirihlutinn að eru einhleypir einstaklingar. Ef þá að klára þetta mál þannig að þá að reyna að kaupa og fækka síðan íbúðunum sem borgin þá búin að gera samningu upphaflega, þá veit ég ekki hvenær þetta klárast. Ég efast að það verði á meðan að nokkuð okkar verði hérna í borgarstjórn og það þurfi mörg kjörtímabil til. Þannig að mér finnst þetta ekki samræmi við áætlanir borgarinnar. Mér finnst meirihlutinn hafa staðið sig illa í húsnæðismálum. Þetta meira og minna allt á höndum verktakanna. Borgin hefur staðið sig illa í lóðaúthlutunum. Hún hefur staðið sig illa við að standa við þessar áætlanir sínar. Það hefur ekkert gengið upp. Og þetta núna nýjasta dæmið að þetta heldur ekki ganga upp. Þá er Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú byrja á því að hrósa og þakka borgarfulltrúunum fyrir vökult aðhald í húsnæðismálum og sameiginlega metnað okkar allra, held ég, eða sumra allavega borgarfulltrúans og meirihlutans í því að bæta þar úr. Samningsmarkmiðin eru gulls í gildi í því sem við erum að gera og við erum víða að ná árangri með því að fjölga íbúðum inn í húsnæðisáætlanir gegnum samningsmarkmiðin. En því við verið haldið til haga alveg frá upphafi þegar RÚV reitur annars vegar að þar var okkur nokkuð þröngt skorinn stakkurinn vegna þess að þegar Reykjavíkurborg samdi það að fá nyrsta hluta þess reits fyrir atvinnuhúsnæði fyrir margt löngu síðan og var það sérstaklega tekið fram í þeim samningum að RÚV ætti í raun óskipta geta ráðstafað þessum reit eftir það. Þannig að við þurftum að semja og niðurstaðan voru 40 íbúðir sem meðal annars myndu vera félagslegt húsnæði og þar var fleira nefnt og niðurstaðan í þessum máli var sú að tryggja okkur 15 íbúðir. Það er vissulega alveg rétt að það er ekki mikið en allt telur og þetta eru reyndar 3 íbúðum fleiri ef ég man rétt heldur en Garðabær með í heild sem verður þá bara þessum reit en við erum að vinna svona mjög mörgum reitum og ég veit að borgarfulltrúinn hefur yfirlit frá félagsbústöðum svona samninga á öðrum reitum og ástæða til að taka það saman fyrir borgarstjórn fljótlega hvernig þessu miðar öllu saman. En þannig erum við reit fyrir reit að fjölga íbúðum alls staðar en blanda leið. Við erum að blanda leið og hugsunin var ekki svo að félagsbústaðir fengi 40 íbúðir þarna, þannig að við seljum hluta bingréttarins og semjum um 15 til kaups sem dreifast allan reitin. Hins vegar verður samt aðeins að minna á vegna þess að þá aðhald sé hrósvert að þá ef maður dregur svona saman afstöðu minnihlutans til húsnæðismála, Vesturbugt og ég veit ekki hvað, að þá er eiginlega bara alltaf lagst gegn öllum þeim leiðum sem meirihlutinn fer í að fjölga félagslegu húsnæði. Það er bara lagst gegn því að það sé nokkuð félagslegt húsnæði Vesturbugt, það er bara að gera það einhvers staðar annars staðar og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon sem mótmælir hér þvælist fyrir búseta allstaðar þar sem hann getur, sérstaklega á Keilugranda og þannig fram eftir götunum. Það er meiri segja hafa verið fluttar tillögur það af hálfu Sjálfstæðisflokksins að setja stúdentagarða í Vatnsmýri í sérstakt umhverfismat bara í því skyni að tefja fyrir þeim ár en þeir eru þó risnir. Þannig að ég vil bara áminna í fyllstu vinsemd að ef það er eitthvað að marka það sem að minnihlutinn segir vilja sinn til þess að gera hluti í húsnæðismálum, þá gengur auðvitað ekki að á sama tíma að fara eftir þeirra tillögum að tefja, hætta við og gera allt en bara einhvers staðar annars staðar á hverjum einasta reit.
Borgarstjóri lokið máli sínu, 2 hafa óskað eftir að koma upp í andsvarvið borgarstjóra. Fyrst Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi. 3 hafa óskað eftir að... Nei, ætlarðu að fara á mælendaskrá, Kjartan? Nei, andsvar. 3 hafa óskað eftir að koma upp í andsvar. Borgarstjóri borgarfulltrúa. Mér fannst þessi ræða borgarstjóra nokkuð merkileg að minni hlutin væri að standa gegn samningsmarkmiðum og áætlunum meiri hlutans. Meiri hlutin, hann hefur öll völd. Það er bara einfaldlega þannig. Og því miður að þá er bara samningsmarkmiðin og stefnur meiri hlutans, það bara gangi ekki upp. Því það er ekkert sem að stoppar ykkur þó svo að við séum eitthvað að malda í bóin. Fyrir utan það höfum við tekið undir flest, við höfum komið ábendingar hvað hægt er að gera. Það sem við gerðum varðandi Vesturbáttarlóðina, við óskum bara eftir að það yrði fundið verð á það að 2 óháðir fasteignasalar myndu finna verð á húsnæði þar. Sem er mjög eðlilegt þegar litið er til fjármála borgarinnar. Þannig ætla að fara allt í einu núna að kenna minni hlutanum það að meiri hlutin er búinn að standa sig ömurlega í húsnæðismálunum og stendur ekki steinn yfir steini í uppbyggingunni hjá meiri hlutanum. Það eru verktakarnir og fasteignafélögin og bankarnir sem eru að ýta þessu stað á þessum lóðum. Við þekkjum öll forsögu Reykjavíkurborgar í lóðaúthlutunum fyrir fjölbýlishús síðustu 6 árin. Við getum alveg haldið sérstaka borgarstjórnarfundi um það, best ef við gerum það á næsta borgarstjórnarfundi. En ég ætla að lesa aftur upp fyrir borgarstjóra og vitna í þetta samkomulag sem borgar var samþykkt 29. janúar 2015. Það segir orðrétt, með leyfi forseta: Reykjavíkurborg fær 20% af samþykktu byggingarmagni / íbúðareiningum til uppbyggingar leigumarkar en þó aldrei fleiri 40 íbúðir. Tilvitnun lýkur. Nú segir aftur í sama skjali, með leyfi forseta: Félagsbústaðir hf. Mun hafa kauprétt á markaðsvirði fyrir alltaf 5% af íbúðum á lóðinni fyrir félagslegt leiguhúsnæði. Tilvitnun lýkur. Því miður að þá bara er meiri hlutin ekki að standa sig nógu vel og við minni hlutanum munum halda áfram að tala húsnæðismál og húsnæðisvandann og ég sé það að við þurfum að setja það á dagskrá næsta borgarstjórnarfundar, þannig að vonandi verður það hægt að senda upp spurningar á morgun sem verður komið svör við á mánudaginn til þess að ræða hér á næsta fundi. Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið við að veita andsvar við ræðu borgarstjóra og borgarstjóri svarar andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, einn þáttur Vesturbáttarmálsins hefur verið sá að Framsóknarflokkurinn hefur viljað fá verðmat á allar hugsanlega lóðir í Reykjavík, væntanlega oft á ári, sem er einhver mestu uppgrip hjá félagi fasteignasala sem að hugsast getur. En ég var að vísa til þess að minnihlutinn talaði fyrir því hér þegar að farið var af stað í samningskaupaferlið Vesturbugt að þetta er boðið hæstbjóðanda á markaði. Það er engin hluti þess reits sem færi til uppbyggingar húsnæðisáætlunar. Ég var einfaldlega að tala um það. Og þannig er það jafnan þegar við erum að blanda að minnihlutinn leggur það til. Og það er alveg rétt sem að borgarfulltrúinn segir að við höfum valdið, enda erum við farin að venjast í býsna mikið að fella eða knýja fram með atkvæðagreiðslum framþróun í þessum húsnæðismálum vegna þess að minnihlutinn leggur það mest til að þvælast fyrir í hverju einasta máli. Því miður. Borgarstjóri lokið við að svara andsvari. Þá er Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Ætlar ekki að koma upp í andsvör? Já. Já, nei, þá býður þú. Og Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur óskað eftir að koma upp í andsvör við ræðu borgarstjóra. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil bara koma inn á það sem borgarstjóri sagði ranglega í sínu máli að ég persónulega hefði þvælst fyrir lóðaúthlutunum til búseta, hvar sem ég gæti. Þetta er bara rangt og það veit borgarstjóri vel. Hann er væntanlega aðallega að vísa til Keiluggranda málsins og við komum kannski betur það hérna eftir, þar sem ég tel að þá lóð eigi að taka frá fyrir íþrótta- og æskulýðsstarfi í Vesturbænum en henni hefur verið úthlutað til búseta. Ég hef
þetta mál hefur margoft komið til umfjöllunar og ég hef tekið fram í hvert einasta sinn að gagnrýni snúist alls ekki gegn Búseta. Ég hef oft talað vel Búseta, það eru góð samtök og eiga sjálfsögðu að fá lóð hjá borginni, standa fyrir góðri starfsemi. En þetta er skipulagsmál, ég vildi nýta lóðin í öðru skyni og það veit borgarstjóri vel. Þá hefur Kjartan Magnússon lokið við að koma upp í andsvör og andsvörum er lokið og næst tekur til máls Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarstjóri og borgarstjórn. Ég ákvað að koma ekki upp í andsvör heldur en að áskilja mér rétt hérna til tíminn umræðuna sem samt eru raunverulega andsvör við því sem fram hefur komið og tek til máls á undir sama lið og borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir gerði. Það er hreint með ólíkindum að þrátt fyrir að við höfum ekki samþykkt þessa tillögu, þennan lið á dagskrá borgarráðs og komið hér upp undir honum, að þurfa að sitja undir þessum ákvörðum frá borgarstjóra. Það er nefnilega þannig að þegar við byrjuðum að vinna saman í borgarstjórn, þá sáu það allir sem vildu, ágætu borgarstjóri, að húsnæðisáætlunin, hún var nefnilega strax orðin líka barn síns tíma, svipað eins og ferðamálaáætlunin sem ég ræddi hérna áðan. Það var alveg ljóst að hún var ekki að ganga. Og mér finnst mjög hart að borgarstjóri skuli taka þennan vinkil í umræðuna vegna þess að ég man ekki betur heldur en að við hjá Framsóknarflugvallavinum höfðum rætt það ítrekað hérna á fundum að það væri mjög mikilvægt að setja samningsmarkmið sem sneri til dæmis að því að félagsbústaðir ættu kauprétt og ég vil pínlítið þakka okkur fyrir þá vinnu borgarstjóri að það skulle hafa komið þarna inn. Þar gáfum við ekki millimetr eftir og á endanum þá hafðist það að meirihlutinn fór að hlusta á það sem við höfðum að segja. Þegar kemur að lóðarúthlutunum og hvað eins og varðar Vesturbuktina þá höfum við alltaf haft efasemdir kosningaloforðið og hugmyndina hvað varðar Reykjavíkurhúsin. Það hefur klárlega vafist fyrir meirihlutanum og embættismönnum borgarna líka hvernig eigi að útfæra það verkefni. Skyldi það nokkurn undra þó að minnihlutinn seti spurningarna fram opinberlega. Spurningarna kunnar vera óþægilegar af því við erum kannski ekki alltaf í sama klappliðinu. En við erum samt sammála það að það er húsnæðisvandi í borginni. Hann er ekki bara tímabundinn, hann er orðinn viðvarandi vandi. Hann er ekki bara vandi þessa kjörtímabils eða byrja á þessu kjörtímabili. Hann var fyrirséður í kosningunum 2014. Þetta byrjaði að vefja upp á sig á síðasta kjörtímabili 2010 þegar var ekki staðið við þau markmið sem félagsbústaðum var sett að kaupa 100 nýjar íbúðir á ári. Við höfum farið hérna upp í pontu ítrekað og rætt það þegar við verið að ræða húsnæðisvandann í borginni að við teljum að það hafi verið, það má segja, spara til tjóns þeirra félagsbústaðir, það var sett á hold að þeir skyldu kaupa þessar íbúðir á meðan að þá komu hérna upp einkaaðilar og sjóðir sem hreinsuðu upp fasteignamarkaðinn. Og síðan þá kemur borgarstjóri hérna upp og skammast í okkur minnihlutanum fyrir það að vilja fá svör við ákveðnum spurningum og spurja hvernig þið ætlið að framkvæma einhver falleg orð sem eru skrifuð á blað. Við erum nefnilega framkvæmdavald líka, við tökum ákvarðanir og við verðum að framfylgja þeim. Og ég ætla bara að minna borgarstjóra á það að þegar það lágu fyrir samningsmarkmið til búseta og minni til uppbyggingu fyrir stúdenta og aldraðra að þá bentum við á það væri ákveðin ómöguleiki í framkvæmd á þessu. Auðvitað vonum við öll borgarstjóri að þetta gangi eftir og við munum ekki láta okkur, liggjum ekki líð okkar við að samþykkja góðar hugmyndir. En þegar við komum hérna upp og bendum á veikleika í með rúfreitnum þá væri kannski bara allt í lagi að borgarstjóri kæmi upp og segi já, þetta er bara svona, þetta er bara leitt, þetta gangi ekki betur. Af hverju getur meirihlutann bara ekki viðurkennt að þetta sé ekki að ganga alveg nógu vel í stað fyrir að koma að skamma þetta sé minnihlutanum að kenna?
ég held að þið vitið það öll sem hér sitja inni að þetta ekki minnihlutanum að kenna. Þetta uppsafnað vandamál, þetta vandamál sem erfitt að höggva á og það mjög erfið staða sem Reykjavíkurborg stendur frammi fyrir vegna þess að hún á ekki þessar lóðir. Þetta í eigu fjárfesta, þetta í eigu banka og fjármálastofnana og búið að vera þar lengi, búið að vera þar meira og minna síðan fyrir hrun. Það sem var ekki til fyrir hrun, það kom að hendur þær eftir hrun. Jú, við í Framsókn og Flugvöllurinn höfum óskað eftir verðmæta lóðum. Það kannski einfaldlega að athuga það hvort það væri betra að fá pening í kassan við að selja eina dýrustu lóðina sem hefur verið keypt í Vesturbuktinni og nota peningana beint til uppbyggingar fyrir þennan hóp sem á biðlista hjá okkur. Í staðinn fyrir að vera með einhverja drauma sín Reykjavíkurhús sem núna þegar við erum komið vel inn á 3. árið á kjörtímabilinu okkar, að langast það, sé ekki fara að rísa ekkert einasta Reykjavíkurhús. Af hverju því ekki svarað? Af hverju ekki svarað? Af hverju við erum svona eftir á í áætlunum? Það geta allir verið, þetta voru fínar áætlanir, það bara gangi ekki eftir. Og það ótrúlega súrt að vera kjörinn borgarfulltrúi, þó við séum í minnihlutanum, og við sjáum ekki framkvæmdir. Við sjáum ekki aðgerðir fylgja orðum á blaði. Og þetta eitthvað sem að þessi meirihluti sem hérna starfa verður að fara í ákveðna naflaskoðun á. Við getum ekki stofna endalaus ráð og endalausa nefndir og endalausa vinnuhópa og svo kemur ekkert út úr því fyrir það þjónustu sem okkur ber skylda til þess að sinna. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra, þetta mitt andsvar við þessu. Ég bara frábið mér verið þegar búin að fá hérna hraunað yfir okkur með ágætis tillögu sem við reyndum að taka úr pólitísku samhengi í tengslum við Neyðarbrautina, að það sé ekki hægt að rísa upp og segja bara, já, RÚV-reiturinn bara ekki að uppfylla þessi skilyrði, því miður okkur fyrst að leitt, þú veist, en að koma hérna og bara kenna minnihlutanum það bara léleg stjórnmál. Og Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu, borgarfulltrúi lokið máli sínu og borgarstjóri tekur til máls. Forseti ágæta borgarstjórn, þetta var merkileg ræða sem gekk út frá því að það væri ekkert að gerast í húsnæðismálum sem við röktum þó á þar síðasta fundi hvað væri að gerast í. Ekki það? Ég rakti það hér í ræðu minni áðan varðandi RÚV-reitina, þar hefðu okkar hendur verið sérstaklega bundnar. Þar það hins vegar ekki niðri í Vesturbugt, þar sem minnihlutinn lagði til að við myndum ekki nota tækifærið. Það er það sem að tala þegar ég að segja að minnihlutinn verða líti í eigin barm, þar sem tekur tími í þessum húsnæðismálum, það alveg rétt hjá borgarfulltrúnum, skipulagsmálin. Og það þýðir ekkert að hrökkva við þó ég sé að benda á það að mér finnst einkennilegt hvernig minnihlutinn reynir að þvælast fyrir öllum þessum skipulagsmálum, meira að minna, sem tengist húsnæðismálunum. En það verður bara hver að fljúga eins og hann fiðraður og það alveg hárrétt hjá borgarfulltrúa Guðfinnu Jóhönnu Guðmundsdóttur að okkar valdið og við þurfum þá að fylgja þess eftir. Áætlanirnar gengu út á það að við myndum á 3 til 5 árum koma af stað 2500 til 3000 leigu- og búseturéttaríbúðum og það að ganga eftir. Það að ganga eftir. Eins og við höfum rakið hér í borgarstjórn og borgarráði, það sjálfsagt að taka ítarlega umræðu það á hverjum einasta borgarstjórnarfundi. Hvernig gengur í hvaða verkefni sig. Reykjavíkurhúsinu meðal annars þau samstarfsverkefni sem við höfum verið að ræða við ASÍ. Við erum búin að úthluta þar núna lóðum bæði í Urðarbrunni og upp á Móavegi og síðan núna síðast vilyrði á Kirkjusandi. Og þannig að ég einfaldlega get ekki tekið umræðuna út frá þeim forsendum að hér sé ekkert að gerast. Þvert á móti skipulagsvinnan á fullum gangi og það sem dróst hins vegar, og það skal bara viðurkennast, var löggjöfin frá Alþingi fjármögnun félagslega húsnæðisins og stofnframlaganna. Það dróst 2 ár með við fyrstu yfirlýsingar fyrri ríkisstjórnar, en það loksins komið og staðfestingin á fyrstu úthlutun
kom bara fyrir helgi frá Íbúðalánasjóði og verður lögð fyrir borgarráð í vikunni fyrstu verkefnin þar. Þannig að núna þegar við förum að sjá fjármögnun á þeim ættu þau líka að fara að komast til framkvæmda. En við höfum notað tíman alveg sæmilega í skipulagsmálin. En ég skal vera fyrstur að viðurkenna þau eru tímafrek og ég sé óþolinmóður, því það. Eins og ég veit að borgarfulltrúar þekkja. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og 2 hafa óskað eftir að koma upp í andsvarið borgarstjóra. Fyrst það Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi, hann var að taka til máls. Og því næst Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti borgarfulltrúar, þetta er svo mikið þvæla sem borgarstjóri er búinn að halda hérna fram. Hann hefur bara einfaldlega staðið sig mjög illa í húsnæðismálunum í Reykjavík, það er nú ekki flóknara heldur en þá, og vera að kynna minnihlutanum það er náttúrulega bara djók. Við skulum bara taka fyrir húsnæðismálin að fullri alvöru á næsta borgarstjórnarfundi og rekja allt með hvað minnihluti var að stoppa, hvernig borgarstjóri verið nokkra vikur að svara hvað borgin hefði selt marga lóðir og svara þessu bara með útúrsnúningum. Og ég hlakka til að fara að þylja upp síðustu rúm 2,5 ári sem borgarstjóri er búinn að segja húsnæðismálin í Reykjavík. Ég reikna með þetta verið eitt skemmtilegasti borgarstjórnarfundur sem verður haldinn á þessu ári, þar sem þetta verður allt rakið ofan í borgarstjóra. Hann er búinn að standa sig illa í húsnæðismálunum í borginni. ASÍ er að byggja vegna þess að ríkisstjórnin gerði samstarf við aðila vinnumarkaðarins. Hann ætlar að þakka sér fyrir það, nákvæmlega eins og hann ætlar að þakka sér fyrir það sem að verktakarnir og fasteignafélögin og bankarnir eru búin að vera að skipuleggja í skipulagsmálum síðustu árin. Þannig að þetta verður bráðskemmtilegu fundur sem við munum ítarlega fara yfir allt sem er að gerast í borginni og meðal annars upplýsingarnar sem hafa verið gefnar í fjölmiðlum sem hafa ekki alveg átt við rök að styðjast. Og ég legg það til að minnihluti núna leggja áherslu á það að við byrjum borgarstjórnarfundina aftur, leggja aftur fram tillögur Sjálfstæðisflokksins óundirbúinn fyrirspurnatíma í borgarstjóra fyrsta hálftíman því ekki veitir af. Meiri þvælu hef ég ekki hlustað á hér í þessum sal áður. Þá hefur Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið við ansvar sitt og ansvari svara borgarstjórn. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta er ágætt. Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi biður nefnilega húsnæðismálin á dagskrá einu sinni í mánuði að minnsta kosti og heldur þessa skemmtiræðu sem er þannig að þetta verður nú bara hvorki meira minna en skemmtilegasti borgarstjórnarfundur ársins. Og það sem að borgarfulltrúin er sem þetta keppa að er að þetta verði jafnvel skemmtilegri fundur en sá sem við erum á hér í dag og er þá langt til jafnað. Þannig að ég get ekki annað en bara haldið í mér af tilhlökkun og hlakka til að ræða þessi mál eins og við gerum mánaðarlega í borgarstjórn. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari og næstu tekur til máls borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ætla að koma inn á 2 mál úr fundargerð borgarráðs 22. desember. Fyrst er það bréf sem lagt var fram úr frá umhverfis- og skipulagssviði varðandi svarbréf til skipulagsstofnunar, varðandi deiliskipulag Keilugranda, Búðagranda og Fjörugranda. Og ég ætla hér bara að kynna bókun frá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins í því máli. Og hún hljóðar svo. Rétt er að lóðin Keilugrandi 1, sífreiturinn, verði skilgreind sem íþrótta- og útivistarsvæði og að hún verði öll nýtt í þágu slíkra starfsemi í Vesturbænum. Aðstöðuskortur háir nú þegar slíkri íþróttastarfsemi í hverfinu og er því mikilvægt að hún fái aukið athafnarými. En skal minnt á að útlit er fyrir mikla þéttingu byggðar í Vesturbænum á næstu árum sem geti haft í för með sér að íbúum hverfisins fjölgum alltaf 5.500 manns eða 33%. Meiri hluti Samfylkingar, Bjartar framtíðar, Pírata og Vinstri grænna sýnir af sér mikið fyrirhyggjuleysi í skipulagsmálum með því að leggja annars vegar mikla áherslu á fjölgun íbúa í Vesturbænum
en neita hins vegar að horfast í augu við þá staðreynd að slík fjölgun kallar á umtalsverða uppbyggingu innviða, ekki síst í þágu íþrótta og grunnskólastarfsemi. Bent hefur verið á að ákjósanlegasti kosturinn til að stækka íþróttasvæði hverfisins sé að nýta umrædda lóð á Keilungranda 1 í því skyni. Með þeirri ákvörðun meirihlutans að ráðstafa umræddri lóð undir þetta fjölbýlishúsabyggð jafnframt komið í veg fyrir að hún geti nýst í þágu íþrótta- og æskulýðsstarfsemi í Vesturbænum. Ég ætla líka að minnast hér á mál og leggja fram bókun sem varðar ráðningu í embætti borgarritara og kynna bókun okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar og flugvallarvina í því sem hljóðar svo. Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar og flugvallarvina gera alvarlega athugasemd við vinnubrögð borgarstjóra og meirihluta borgarráðs vegna ráðningar borgarritara. Við slíka ráðningu hlýtur að vera hægt að gera kröfu vöndu vinnubrögð enda að ræða eitt mikilvægast og valdamesta embætti í borgarkerfinu. Umrætt mál var ekki á útsendri dagskrá fundarins og fengu borgarráðsmenn minnihlutans engin gögn send vegna þess fyrir fundinn en 17 umsækjendur að ræða. Á miðjum fundi fengu fulltrúar minnihlutans loks eitt eintak afhent af tillögu borgarstjóra í málinu með þeim skilaboðum að hún yrði afgreidd í lok fundar. Tillagan 5 blaðsíður að lengd og virðist borgarstjóri hafa ætlast til þess að fulltrúar minnihlutans læsu hana samhliða öðrum málarekstri á fundinum. Ekki hefur orðið við ósk minnihlutans frestun málsins til næsta fundar og að þeir gætu þannig fullnægt lögbúnum skilyrðum að kjörnir fulltrúar kynni sér gögn máls áður en ákvörðun er tekin. Slík vinnubrögð eru algjörlega óviðunandi og gangi í berhögg við reglur stjórnsýsluréttar. Slík vinnubrögð eru því miður ekki einsdæmi hjá Reykjavíkurborg undir stjórn meirihluta Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Pírata og Vinstri grænna. Nýráðnum borgarritara er óskað velfarnaðar í störfum sínum. Bókunni lýkur. Og það er auðvitað ekki gaman að þurfa að taka slík mál upp hvað eftir annað, en það er rétt að geta þess að þegar að síðast var ráðið stórt embætti í borgarkerfinu, embætti fræðslustjóra sem ég vil kalla eða sem sagt sviðsstjóra skóla og frístundasviðs, þá var alls ekki nógu vel staðið að því máli. Upplýsingagjöf var stórlega ábótavant og endaði málið með því að það var þurfti að boða til aukafundar í borgarráði daginn eftir að meirihlutin hafði upphaflega ætlað sér að afgreiða málið. Og í báðum þessum tilvikum þá viðurkenndu fulltrúar meirihlutans að betur hefði mátt standa máli og ég stóð satt að segja þeirri trú þegar að við afgreiddum síðustu ráðningu fyrir 1,5 ári að menn hefðu tekið þessa gagnrýni alvarlega og menn vildu standa betur að slíkum málum en svo var ekki gert. Borgarstjóri hann bara telur sér sæma að leggja málinu upp með þeim hætti fyrir borgarráð, keyra þetta í gegn, koma með tillögun á fundinn bara þegar þurfa að klára málið fyrir jól. Og slík vinnubrögð eru þetta bara óviðunandi út frá mörgum þáttum, bara út frá því bara hvernig mál hérna rekast í stjórnsýslunni, út frá bara virðingu við alla umsækjendur og fleira má telja. En við gerum sem athugasemd við þetta og það er von mín að þessu sleifarlagi í stjórnsýslu, það er ekki hægt að kalla þetta neitt annað, því linni og menn færi að standa betur á slíkum málum og það verði gert í framtíðinni. Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sínu og borgarstjóri hefur óskað að koma upp í andsvöruræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil færa inn í bækur borgarstjórnar bókun borgarráðsfulltrúa Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata sem er þá bókun borgarfulltrúa meirihlutans í borgarstjórn varðandi ráðningu borgarritara, undirbúningur og mat, með leyfi forseta, undirbúningur og mat á umsækjendum var faglegt og vandað líkt og gögn bera með sér. Haft var samband við oddvita allra flokka fyrir fund líkt og hefðir fyrir. Tekið skal fram að ekki náðist í oddvita Framsóknarflokksins þrátt fyrir ítrekanir. Því er ranglega haldið fram í bókum minnihluta óskað hafi verið eftir frestun málsins. Tilvitnun lýkur og bókunni þar með. Ég verð svo bara að segja að það er löng og athugasemdalaus hefð að það sé hægt að hafa samráð við oddvita í borgarstjórnarflokkunum varðandi meðferð einstakra mála, sérstaklega ef þau eru viðkvæm eins og ráðningar eða í tímaþröng eða eitthvað annað. Það hefur bara gefist ágætlega ef að
borgarfulltrúinn hefur einhverja athugasemdir við það verklag, þá er það bara alveg sér umræða, en þá höfum við ekki láta það bitna á einhverjum sem við erum að ráða eða málsmeðferð einstakra mála. Og ég held að það sé kannski kjarni málsins í þessu, að hvort að það sé ekki sjálfsagt að hafa samráð við oddvitana þegar svona þarf, eða hvort að felist í þessari framgöngu borgarfulltrúans hérna í raun fyrst og fremst athugasemdir við það að einhver annar en hann sé oddviti sjálfstæðismann í borgarstjórn. Það er borgarstjóri lokið við að veita ansvar og ansvara svarar Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Síðustu orð borgarstjóra, síðasta setning borgarstjóra, eru alveg dæmigerð fyrir það hvernig sá maður tekur málefnalegri gagnrýni á sín störf. Hann er alltaf svona á skeytinu tilbaka og ef hann getur eitthvað staðar komið fram og gefið í skýna eitthvað úlfur sig að ræða, snúið sig upp í eitthvað persónlegt, þá gerir hann það. Þetta er glottandi flærð og hvíslandi illgirni sem sæmir auðvitað ekki borgarstjóraembættinu í Reykjavík. En út af því sem kom efnislega fram hjá honum, þá vil ég bara fjalla það. Hann segir að þetta sé athugasemdalaus hefð. Ég kannast ekki við það. Ég hef komið að mjög mörgum ráningum í borgarkerfinu, margar mjög mikilvægar, eins og skólastjóraráningar sem eru mjög mikilvægar. Ég kannast bara ekki við þessa hefð og heldur ekki borgarráði. Yfirleitt hefur verið vel staðið að þessu, yfirleitt í svona langflestum tilvikum verið vel staðið að þessu. Eins og til dæmis það sem er kannski mesta reynslu úr skóla- og frístundaráði og menntalega þar á undan. Þar fengum við umsóknargögn sem eru náttúrulega trúnaðargögn, fengum við með margra daga fyrirvara, gátum kynnt okkur þau og gátum komið og skoðað umsóknir ef okkur sýndist þeim svo. En það eru við sem takum ákvörðunina. Við í þessum ráðum sem tekum þessu ákvörðun, við erum ekki stimpilpúði fyrir borgarstjóra eða einhver aðra. Við eigum að taka ákvörðunina, eigum þess að hafa aðgang að gögnunum og eigum rauninni bara samkvæmt lögum að kynna okkur þau gögn máls sem eðlilegt er að við kynnum okkur til þess að geta tekið upplýsta ákvörðun. Mjög slæmt er borgarstjórinn gerir lítið úr þessu og vísar ykkur athugasemdalausa hefð. Og ég vitnaði nú til þess að fyrir 1,5 ári þegar það var ráðinn fræðslustjóri, þá ætlaði hann að vaða fram með svipuð við vinnubrögð, en það voru svo sannarlega athugasemdir gerðar við það. Og hann bakkaði þá og boðaði til aukafunda daginn eftir, þannig að þá fékk maður þá ráðuneytis að kynna sér gögnin, en það var ekki boðið núna. Þannig að þetta er fjarri því að athugasemdalausa hefð sé að ræða og jafnvel þó svo væri, þá eru það bara ekki nógu góð vinnubrögð og sjálfsagt að bæta þau. Þá hefur Kjartan Magnússon lokið við að svara andsvari og andsvörum helst lokið og næstu tekur til máls Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Hann fellur frá. Anybody? Hjálmar fellur frá. Hjálmar fellur frá. Fellur frá, já. Herðu, þá þurfum við að bera upp 17. lið fundargerðar borgarráðs frá 22. desember. Þau ykkar sem að samþykkja það gefi merki. 17. liður undir fundargerð borgarráðs 22. desember. Jæja, við göngum til atkvæða. Sýnið þið skýrt, gefið þið merki. Þau ykkar sem að samþykkja það. Það eru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Nei, hann... Jú, Skúli farin. Er Skúli farin? Fyrirgefðu. Það eru 10 atkvæði með þessu, þau ykkar sem á móti kunna vera. Það eru gegn 4 atkvæðum. 23. liður samþykktu meðhöndlun úrgangs í Reykjavík. Þau ykkar sem að samþykkja hann gefi merki. Samþykktu meðhöndlun úrgangs í Reykjavík. Einhver á móti. Samþykkt með 8 greiddum atkvæðum og 6 sitja hjá. 49. liður byggingaréttur á Rúfreit. Þau ykkar sem að samþykja þann lið gefi merki. Einhver er á móti. Hann er samþykktur með 8 greiddum atkvæði, 6 greiða atkvæði gegn þeim lið. Það er búið til bókana. Það er búið að lesa. Ertu búin að lesa upp bókuna?
Göngum frá henni í lok fundar. Þá leggjum við fram fundargerð forsætisnefndar frá 7. janúar.